Og gat komist hérna að og tók við þessu og 1. september síðastliðinn. Og þetta náttúrulega búið eins og segir búið að vera rekstur hérna síðan 1950 eitthvað og búið að vera yndislegt að koma hérna að og heyra söguna og sjá hvernig þetta hefur verið í gegnum tíðina. Nú hérna, opnunartími hjá þér er mikill, hann er frá 07:30 á mótnana til 23:30 á kvöldin, alla daga nema sunnudaga. Þú hlýtur að vera með alveg bara heilan her af starfsfólki, ekki stendur sjálf allan tíman? Nei, ég get ekki unnið allan tíman, alla daga. En við erum fjölskylda saman, Harry synir mínir og tengdadóttir ásamt einum mjög náið mér líka, dóttir vinkonu mína sem að hjálpa mér. Þannig að við erum hérna nokkur saman sem skiptist á bara. Og gott fólk í kringum mig og þetta tekst allt, hjálpast alls að. En mér finnst alveg nauðsynlegt að hafa góðan opnunartíma til þess að þjóna Vesturbæingum hérna og svo fólk getur komið hérna snemma á morgnar og fengið sér kaffi, það er frítt kaffi hjá mér og það getur verið að versla alveg til 7:30 á kvöldin. En ég opna alla daga 7:30, en á sunnudögum þá opna ég klukkan 9. Já. Þá fæ ég að sofa út. Það er aldeilis lúxus. Já. Á sunnudögum. Já. Nú hefur þetta hús langa og merkilega sögu. Hér hafa verið önnur fyrirtæki fyrir. Hvað er Atlas-olía búið að vera lengi með bækistöð hér? Mér skilst Atlas-olía að tekið hérna við 2002 eða 2003 og þá þegar þetta er fyrsta bensinstöðin þeirra og ég held að þetta sé líka eina bensinstöðin hjá Atlas-olíu sem hægt að borga fyrir bensin inni. En þeir hafa sagt, þetta var fyrsti staður sem opnuðu þegar þau tóku við, eða þegar þau byrja að flytja inn olíuna sko. Það var hérna í Kópavogi. Nú tekur við svona hefðbundnu rekstri, eru væntanlega einhverjar breytingar í farvatninu eða framtíðarplön, hvernig sérðu það gerast? Já, okkur langar virkilega að bæta þjónustunni hérna, okkur langar að setja upp einhvers konar lítið grill eða eitthvað svo að það er mörg fyrirtæki í grindinni og vantar að fá sér að borða í hádeginu og svona. Þannig að framtíðarplönin eru þannig og við bara sjáum hvað setur og vonandi verður það fljótlega. Varðandi fyrirtæki hér í Grind, er svolítið verslað frá þeim, koma þeir svolítið hérna til þín að versla? Þetta hefur mikið aukist, já. Þetta bara dag frá degi eykst viðskiptin hérna. Opnunartíminn var dálítið slæmur hérna áður, en það hefur mikið breyst og kúnnarnir eru átt að segja á því og eru að koma til mín í auknum mæli. Við hefum sérhæft okkur í því að vera með allt líka ferskt. Við smurjum 3 í viku. Við smyrjum samlokur og erum með hérna pulsutilboðinn og svona salgetið. Já. Það var og. Það verður væntanlega hægt að fá allar þær vörur sem hafa verið seldar hér áður og þið ætlið þá að breyta og vonandi að koma ykkur matarsölu í gang til fyrirtækja hér í Grindinni og hins almenna bensínnotanda sem er á ferðinni. Nákvæmlega, þess vegna ákveðum við líka aðeins að stækka og auka við olíuhornið hjá okkur, bæta aðeins úrvalið þannig að þetta sé eins og hefðbundin bensínstöð. Frekar heldur en bara svona háttegis sjoppa sko. Við ætlum að reyna að taka þetta með smá sál frekar en bara leika ykkur að þessu til nýta dúlan á þessu. Það er sitt lítið að hverju hérna sem þið hægt að fá hérna. Já. Það var og. Við bara hvetjum alla Kópavogsbúa og nærsveitamenn að koma hér í Atlas-olíu á Kópavogsbraut 115 í Kópavogi og kíkja við og heilsa upp á Jóhönnu og hennar starfsfólk. Takk fyrir Jóhanna og Hörður, takk kærlega fyrir. Takk fyrir.